og það á þá að vera komið í gang. Gjörðu svo vel, Drífa. Já, takk fyrir. Sjáðu þetta. Við sjáum þig. Sjáðu mig. Ok. Það er alltaf gaman. Núna sjáum við skjáðin. Núna sjáum við það. Svo þið gera svona, búm, er það ekki? Fæði það ekki alveg út úr? Jú. Er ég komin í slideshow núna? Já. Já. Sko mig. Þetta gæti ég. Ég ætla að tala um þetta topic og ég gef mér svona þann fyrirvara fyrst að þið eru mætt á þetta fyrirlestu minn, þá þarf ekki verið með sérstaklega svona disclaimer, trigger warning, þetta er náttúrulega ekki skemmtilegt svona umræðuefni og getur alveg verið triggerandi fyrir sem að hlusta umfjöllur þessa áverka. Ég ætla að segja ykkur sérstaklega frá rannsókn sem er hluti af doktorsnáminu mínu við Læknadeild Háskóla Íslands. Við erum búin að vera að skoða svona fókus á heimilisofbeldið, þar sem komur kvenna sem koma á bráðamóttökuna, þar sem að koma ástæðan er heimilisofbeldi og svo ákvað að halda aðeins áfram og erum að bera saman þá núna ofbeldisáverka kvenna, heimilisofbeldisáverka við annars konar ofbeldisáverka. Sjá hvort það sé ykkur munur á því. Við erum með fókus á heimilisofbeldið, þó við hóparnir séu svona, hefur gert jafn hátt undir höfði. Þetta er alltaf frekar lítið rannsókn, maður alltaf að vera að hugsa það þegar maður er svona sérlegufræðimaður eins og ég sjálf, hvað akkur er þessu, ég meina ekki til einhverja erlendar rannsókn að segja bara eitthvað, þessar konur koma og eru slasaðar og þetta er ekki gott fyrir sáluna. Þú veist, þurfum við eitthvað að vera að gera þetta hérna á Íslandi? Já, við þurfum að fá íslenska tölur, hvernig er birtingarmyndin hér, kannski öðru vísi en í öðrum löndum og svona hver eru þarfir sjúklingahópsins hér, það fer náttúrulega eftir líka hvað hefur verið gert fyrir þennan hóp í hverju samfélagi fyrir sig, hvernig þarfirnar eru, það sem er lítil þjónusta við þennan hóp, þar náttúrulega er þörfin meira öðruvísi, þannig að við erum svolítið að kortleggja það kannski líka og reyna að vita, þessi blessuðu birtingarmynd, þannig að sé þetta vera með þessi markviss inngrip og sé þetta svona kannski klæðskera sníða eða svona fari ekki allir bara í sama pakkan, hvernig svo sem hver svona birtingarmyndin er, hvort sem ég er komið út af bara andlegri krísu eða kynferðisofbeldi eða líkamlegu eða eitthvað öðru inn á heilbrigðisstofnun. Það er alveg falið vandamál og hindranir sem eru í þessu útlensku, díla við heimilisofbeldi og bara aðalega heimilisofbeldi, kannski minna svona stigma í kringum almenna ofbeldi. Ég geti svona kannski auðveldar sagt frá því að ég hef verið niður í bæ og það hefur verið einhver kona þar eða maður sem hefur ráðist á mig og veitt mér áverka, þá myndi ég bara segja frá því niður á slysförum, en ég myndi kannski svona ekki endilega vilja að tala um það ef að maðurinn minn eða kona mín myndi veita mér áverka. Þannig að þetta eru hindranir líka fyrir heilbrigðisstarfsfólk og það líka getur haft sína sögu af sjálft bara ofbeldi í æsku eða finnast þetta erfið mál. Það getur verið líka sína það erfitt að spurja bara hreint út af því þú veist þá kannski opnar eitthvað Pandoru-box eða þannig og kemur rosa mikið spurningum að ennþá meira vandamálum og einhvern veginn allt bara og ég kannski sem heilbrigðisstarfsmaður hef ekki kannski verkfærin eða tólin til þess að bregðast við og þá kannski er það ekki beint hvetjandi fyrir mig að fara að spyrja og ganga eftir því, býtum nú við, er heimilisofbeldi hér á ferðinni? Það getur líka verið bara tími, það er alltaf auðvitað misjafnt hvar ég væri að vinna, ef ég væri heilbrigðisstarfsmaður, hvort ég er í bráðamóttökunni þar sem er bara svolítið svona öðruvísi viðmót heldur en ef ég er heimilislæknir á lítilli heilsugæslu út á landi, það er svona minni hraði og öðruvísi aðstæður og kannski bara pláss og annað sem alls konar hindranir sem eru í því að tækla þetta. Þannig að þetta er sannlega falið vandamál og eins og ég nefndi aðeins áðan, hindranir fyrir þolendur og aðstandendur, það er stigma og skömm og svona stimpill að vera bæði þolandi ofbeldis og líka vera gerandi, að koma fram með það. Þetta klínist mikilvæg, við erum að vona það fyrir heilbrigðisstarfsfólk og aðra fagaðila að þau geti sagt, já, ok, þetta er ekki svona innan gæslappa, dæmigerða útlitið á þeim sem koma út á heimilisofbeldi versus þeir sem koma út á slysum versus þeir sem koma út á öðru ofbeldi eða sjálfskaða eða annað. Hvernig get ég kannski þekkt út þessi einstaklinga og svona hjálpa þeim að segja hvað gerðist í alvörunni þannig að þau fái þá bara heildstæðri þjónustu. Þetta er alltaf mikil til stefnumótun og stjórnun. Veitir hvað það kostar marga peninga, hvað koma margir, hver eru ítrekkunar hlutfallið og innlegnar hlutfall og annað sko. Þetta er vonandi bara þolendur til hagsbóta. Rosalega mikið umfang af þessum málum. Gerendur eru að hrúa álaginu og heilbrigðiskerfið með sinni hegðun og það er bara 150 rannsóknir sem sýna það að
að þessir þolendur eru að nota kerfi mikið meira heldur en til dæmis þær konur sem að búa ekki við slíkt ástand. Og tek fram að það er ekki bara konur sem verður fyrir heimilisofbeldi, þó að mínar rannsóknir hafi snúist það, haft svolítið fókus á því, þá er ég ekki alls ekki útiloka annað, konur beita líka ofbeldi. En þessar konur sem að ég hef verið að skoða núna undanfarið, þær búa við lakari heilsu og eru miklu líklegri til að vera með ávísuð þunglyndislyf og þær eru að hitta læknirinn sinn mikið oftar og þær eru bara, með bara verri heilsu, langtíma heilsu og þær eru náttúrulega að koma síðan inn í kerfið oftar, þær eru ekki bara að koma eins og ykkur sem fótbrotnar, hann kemur kannski bara inn í kerfið og svo lagast það og þú getur komið aftur út af fótbroti, en þessar konur eru að koma ítrekað og með stór hluti kvenna að koma, allar ofbeldiskomur kvenna, stór hluti af þeim 35–40% út af heimilisofbeldi. En ef að ég starfsmaður á plani, á gólfinu, læknir eða hjúkrunarfræðingur, og ég tek á móti 10 konum sem eru að koma út af einhverju ofbeldi, þá get ég svona klíniski nebbin minn eftir að segja mig það og fræðin að það eru það 4 af þeim sem eru að koma út af heimilisofbeldi. Það er svona 35% lagar inn, þeir eru á barneignaraldri, þeir koma ekki strax, það er kannski verið fyrir árás á mánudegi, koma á miðvikudegi, ólíkt þeim sem að verða fyrir öðru ofbeldi, það koma bara strax. Ég myndi gera það sjálf ef ég væri hringt einhvers staðar bara í Kringlunni eða einhvers staðar á veitingastað eða ef ég væri í vinnunni, þú veist, í lögreglunni eða eitthvað að fengi eitthvað olnbogaskot, ég myndi ekki svona bíða nokkra daga, ég myndi bara drífa mig niður til. En þetta er svolítið svona einkennandi með þessar konur, þau koma seinna og það gerist helgar, engin vitni, gerist í heimahúsi og einn gerandi. Áverkarnir eru svona dreifðir út allt, það er aftur kannski svona einkennandi eldur eitthvað sem kannski lendir í slysi eins og bara, þú veist, ég er í fótbolta eða eitthvað og lendir í samstuði, þá er ég kannski bara fekk bara beint eitthvað á nefið eða fótinn, þú veist, og með held ég sé bara togn og ökkla brotin eða eitthvað og á bara einum stað, því ég er ekki svona eins og þessar konur kannski lýsa svolítið svona og sem að áverka lýsingin og bara myndirnar á þeim eru líka áverkar út allt á höndum og fótum og búið að draga þar á hárinu og þeir eru kannski með hreint en þeir eru með áverka á hnjánum og olnbogum og í lófunum og búið að hárreita og svona tuska til, sem maður segir á eins og eitthvað aulalega það hljómar, tusku til, það er svona sem að skamma kött, en það er svona þannig, þú veist, svona allstaðar búið að svona, hnjask einhvers staðar áverka og eymsl víðsvegarleikamann. Og þetta er aðalega upphandleggjum og framhandleggjum á höfði, andliti hálsi. Þetta er ekki þessi sundbólamýta að gerendur sé endilega miða á bak eða maga eða bringu. Það er ekki típiskir heimilisofbeldisáverka, kviður og bak og svoleiðis, abdomen, eða þessast það er ekki dæmigert, það er frekar í andlitinu og höfðinu, hárinu eða hársverðinu. Ég veit mjög mikið texti, ekki lesa þetta, en þetta er bara svona smá breskar og ástralskar rannsóknir segja 1–2% af vergri landsframleiðslu. Ég hætti mér á það hálubraut að fara með Hagstofunnar og slá því upp á Íslandi, þá er þetta 40 milljarðar á ári. Þannig að þetta er brjálæðislega mikla peningar og það er alveg misjafnt hvað verið að taka inn í svona kostnaðar útreikningum, hvort við tala þú veist, ótímabæra dauða, vinnutapið, áhrif af börnin og svona, hvað sem er svona upplifaðan miska eða bara staðreyndir. Þú veist, ég mæti ekkert í vinnuna og ég borga þar alveg ekki skatt og ég framleiði þar alveg ekki neina afurð og ég kannski fyrir að hluta bara örorku, ég get ekki meir og andlega búinn og komin á eitthvað lyf sem er niður út ríkinu, þannig að þetta er svona óbeinn kostnaður alls staðar. Svo kemur lögreglan mörgum sinnum heim til mín, ég meina í marsmánuði held ég að lögreglan hafi farið inn á höfuðborgarsvæðinu 3 útköll á dag bara á heimilisofbeldi. Þannig að þú veist, ég sjáu bara kostnaðinn sko, þú veist, það eru 1000 mál sem að löggan fer í á ári á Íslandi út af heimilisofbeldi og spítalan er náttúrulega nóg að gera þar alltaf og Bjarkarhlíð er alltaf full og Kvennaatburðar er alltaf nóg að gera alls staðar, þannig að þetta er víða og 12–13.000 tilkynningar til barnaverndar og alls konar, ekki bara ofbeldi náttúrulega, en þetta er ekki endilega sama fólki alls staðar sko. Þannig að þetta er gríðarlegur kostnaður og bara ég alltaf impra þessu fyrir svona Bjarna Ben og svona fólk sem þarf heyri ykkur svona verka þjóðar framleiðslu tölur. Rannsókn sem ég ætla í dag, það er þessi komur hvernig bráðamóttöku, bara bráðamóttökur núna og líkamlegir áverkar fyrir ofbeldi. Við erum ekki að taka andlega miskan, við erum ekki að taka inn konuna sem að komi út af bara í taugaáfalli eða í mikill andlegri krísu eða eitthvað svoleiðis sem er náttúrulega einn af afleiðingum þess að búa við ofbeldi. Tökum bara líkamlega áverkana, 15 ára tímabil, 18 ára eldri og búsettur á höfuðborgarsvæðinu þegar komu. Og heimilisofbeldi var skilgreint að gerandinn var núverandi fyrir maki eða barnsfaðir, ekki sem sagt börn eða foreldrar, bara þröngt skilgreint, þú veist, romantic relationship, ekki svona heimilisofbeldi almennt, bara eins og einhverjir sem eru á heimilinu eða nákomnir eða tengdir eða skildir.
þeir sem koma út af hinu ofbeldinu, ekki heimilisofbeldi, það þá bara allt annað, skilji, nágranna erjur eða lögreglan í vinnunni eða eitthvað sem vinnur á kannski geðdeild og lendir þar í einhverjum pústrum eða eitthvað, allt annað ofbeldi en sem skilgreinist heimilisofbeldi. Það voru þessi 2 hópar. Þetta var aftursýnarannsókn, við fengum alltaf að sjálfsögðu öll leyfi frá vísindasiðanefnd, persónuvernd og spítalanum aðstæðar og þetta er bara svona aðalega lýsandi tölfræði og við notum sjúkraskrárkerfið, skráningar þar. Tilgangurinn sem nefndi áðan, svona auka heilsa aðstoð við sjúklingahóp og þannig að þetta eru skammstæðarnir IPV, Intimate Partner Violence og CV, það er Community Violence, það er annað ofbeldi. TAM, 4.000 komur, það er svona cirka tæpa 300 komur á ári. Það sem mér finnst mjög áhugavert í þessu er þessi marktæka fækkun. Þegar núna er alltaf í fréttunum, ég sé bara guð, ég hef gert eitthvað vitlaust í útreikningum, en ég held alveg örugglega ekki að marg búið að fara yfir þetta af tölfræðingum og mínum meðrannsakendum. Þannig að það er bara marktæk fækkun, koma kvenna á bráðamóttöku tímabilinu, bæði í heimilisofbeldishópnum, við séum 45% fækkun þar og fækkun er 61% í hinum hópnum. Bara hvert eru þá eiginlega konur á Íslandi að fara með áverka? Og það er ekki eitthvað prótókól sem var ekkert breytt, það er ekkert verklag til dæmis í heilbrigðiskerfinu núna, það er verið að vinna að setja það upp, já, fyrst skiptir núna, það hefur aldrei verið eitthvað svona verklag í meiningunni, ég get farið einhvers staðar inn og séð, já, byrju ég á að gera þetta, það er eitthvað gæðaskjöl, það er eitthvað ákveðið ferli eða prótókól sem ég fylgi og þá opnast eitthvað, það er ekkert sem leiðir mig áfram þannig, þetta er ekkert skráð, þetta er bara handtýndar upplýsingar upp á sjúkraskráni sem að ég er með í mínum gögnum, það var ekki hægt að kalla þetta fram á einfaldan hátt. Þannig að ég er að tala verklag í þeirri merkingu. Svo það var engin breyting á því og það er ekki breyting einhvern veginn inn í trías í forgangsröðunni og það var ekki eitthvað átak, bara hei, allir með áverka förum á heilsugæsluna sem er ekki í mínum tölum. Þannig að ég skil þetta ekki alveg og kannski er þetta út á þessu verklagi að ég minna lögreglan, hún er náttúrulega sér mikla fjölgun mála hjá sér af því að þau eru með verklag. Þau bara skelltu því á koppinn 2014 og fengu barnaverndin og félagsþjónustuna alltaf með sér inn í það og þetta hefði bara kannski þeim tíma heilbrigðiskerfið átti að hoppa á þann vagn, en það er önnur saga. Ég veit það ekki, þetta er bara annað doktorsverkefni ef einhver er til í það, okkur sem ekki fækkun. Og niðurstöðin er bara svona í flútti við erlendar rannsóknir, 40% af þessum komum voru að koma út á heimilisofbeldi og þar er að koma ítrekað 38% tilfella, þar að segja ekki 38% af konunum sem að koma út á heimilisofbeldi voru ekki koma bara í fyrsta skipti, það voru komið í annað, þriðja, fjórða, fimmta skipti upp í 7. skipti. Þær eru að koma oftar, per 1000 skilji, það er 0,53 á móti 0,48. Það er gott að hafa þetta svona per 1000, þá getum við líka með í Boston, hvernig það fer þetta saman. Það er hærra hlutfall af heimilisofbeldiskonunum, af þeim sem að verða fyrir heimilisofbeldi sem eru lagðar inn heldur en hinnar, 3%, meðan það er 2% í hinum. Þetta gerast heima og á meðan að CV, Community Violence, þær eru frekar á einhverjum diskotekum eða eitthvað svona skráð. Oftast einn gerandi í heimilisofbeldismálinu með svona 2 upplýsingar vantar, það er spurning hvað þessi tengt djammi þá. Maður er bara eitthvað staðar og svo bara lendir maður í ykkur þvælu og eitthvað svona. Ekki það ég sjálf tala í eins og ég held að lendi í slag á djamminu. En já, þannig að það er kannski svona smá indication, þú veist að þetta sé að gerast eitthvað í tengslum frekar við þetta community violence, svona annað ofbeldi sé að gerast frekar á skemmtistöðunum í tengslu við vín og rugl og vitleysu. Þær eru að koma með komutíman bráðamóttökuna, að þá eru konur sem út úr heimilisofbeldi að koma bara á milli 8 og 4 og það koma kannski seinna. En þeir eru frekar að koma svona eftir miðnætti. Báðir hóparendur eru að koma bara helgar, sko. Þannig það verður engin svaka afgerandi munur þar, sko. Þannig þá hugsa maður, þær eru að koma þarna eftir miðnætti. Þessar almenna ofbeldinu, er það aftur líka einhver tenging við djammið? Þetta er bara aðeins með, það er ekki marktækur, það er alveg munur, hann er marktækur sem sjáum við þarna upp í P-valjúnu, en þetta er svona P-picking að fara að segja, marktækur munur milli hópana, hann er samt ekkert brjálæðislega mikill, þú veist, superficial, yfirborðsáverka, 70%, 60%, já, jú, eina sem að kannski okkur fannst svona koma hana fram bara skeri svolítið úr, eru með þessa hálsáverka, að 7% af konum sem koma út á heimilisofbeldi eru með áverka á hálsinum á móti innan gæsalappa bara, það er 4% í hinum hópnum. Þannig að 2-fall líklegri þeir sem koma út á heimilisofbeldi að vera með einhver kyrkingaför á hálsinum. En annað finnst mér ekki eitthvað svona brjálæðislega bara, wow, ég held að væri það, ok, ég hendi þessum niðurstöðum, hér er ekkert spennandi, en það er kannski bara rannsókn niðurstöða út af fyrir sig. Þegar maður ber saman komur kvenna út af ofbeldi, þá er engin brjálæðislega mikill munur. Þannig að
heilbrigðisstarfsfólk að fá inn fólk út á ofbeldi, þá getur það ekki endilega nota staðsetningu og tegund áverka til þess að leiða sig áfram eitthvað, haha, þetta heimilisofbeldi, þetta almennt ofbeldi. En ef við förum saman allir með slysin, þá kannski sjáum við eitthvað annað og öðruvísi. Konur sem kom út af slysum, konur sem kom út af heimilisofbeldi, öðru ofbeldi. Aftur, annað dóttursverkefni, eitthvað sem í stuði fyrir það. Ég held að þau eru líka sko karlana sem eru þolendur heimilisofbeldis, hvernig þeir eru að koma, hvað þeir eru margir og fáir og hvað eru þeirra áverkar, eru þeir með einhver aðra birtingarmynd og svo þetta verklag sem við erum að minnast á það, sem ég veit að í vinnslu núna vera að setja í heilbrigðiskerfinu ítarlega skráningu, þú veist varðandi, sem sagt ekki ítarlega, bara mjög notendavæn og frábæra skráningu, varðandi móttöku þolenda heimilisofbeldis í kerfinu. Þannig að, takk fyrir mig. Það er ekki að hætta að deila þessu skjá hérna. Upptöku, deila með ykkur skjánum og leggja mig fram að halda tíman. Ég ætla að fjalla hér niðurstöður rannsóknar okkar Önnu Dísar Gretu Rúdolfsdóttur og þessi rannsókn sem að fjallar MeToo, að hún birtist nú bara ég er að leita hérna örinni hún kom. Hún birtist núna í sumar í tímaritinu Journal of Gender Studies. Þannig að fyrir áhugasöm að þá getið þið nálgast hana. Ég veit ekki betur en hún sé í opnum aðgangi. Þannig að þetta erindi byggir á þessari grein og þarna sjáum við okkur Önnu Dís í aksjón og þetta semst fjallar MeToo og ef við rifjum það eins upp að þá getum við sagt að MeToo hreyfingin að hún barst upp að Íslands ströndum á haustmánuðum 2017 en á sér mun lengri forsögu. Upphafskona MeToo Tarana Burke sem þið sjáið þarna á glærunni og markmiðið með MeToo valdefling í gegnum samkennd eða empowerment through empathy. Það í rauninni að segja ég líka og í rauninni þá gangast við því einmitt að hafa verið beitt ofbeldi og geta þá í rauninni svona sýnt þessa sameiginlegu samkennd. Og þetta einmitt sjáum við í gögnunum, ég ætla að fjalla gögnin aðeins á eftir. En hér einmitt dæmi frá konu sem að starfar á vettvangi fjölmiðla sem að sagði, mér langar fyrst að þakka öllum konum sem hafa deilt reynslusögum hér á þessari síðu, að segja frá óendanlega mikilvægt og að finna samkenndina hér á þessum vettvangi ómetanlegt. Nú, rannsóknarspurningarnar sem að við Anna Dís leitumst við að svara hver eru líkamleg og andleg viðbrögð kvenna við kynferðislegri valdbeitingu á vinnustað. Og ef við rifjum það eins upp að þá eiga flestar MeToo-sagnirnar sér rætur í vinnuumhverfinu og það svolítið að sænskri fyrirmynd. Það svolítið eins og MeToo-hreyfingin fór á stað í Svíþjóð. Og síðan þá í öðru lagi hvaða úrræði hafa konur til að takast á við þessa valdbeitingu sem þær verða fyrir á vinnustað. Og þá að gögnunum, ef við rifjum það aðeins upp að þá fór þetta þannig fram að það voru, þetta svona grasrótarhreyfing, það voru ýmsir hópar kvenna og til að byrja með að þá voru þetta konur sem að tengdu sig við ákveðnar starfsgreinar eða svona starfsvettvang. Þannig að það voru konur í stjórnmálum sem getur sagt að hafi riðið á vaðið og þetta fór þannig fram að það voru stofnaðar Facebook-hópar þar sem að konur deildu frásögnum og síðan samfara því að þá var sett fram ákveðin yfirlýsing í nafni hópsins sem að konur skrifuðu undir. Og síðan var sótt leyfi hjá þá ákveðnum aðilum sem höfðu varpað fram þessum sögum á Facebook fyrir því að fá að birta sögurnar nafnlaust. Og fjölmiðlar birtu þessar frásagnir og kjarninn var sérstaklega framalega í því og var með sérstaklega undirsíðu á sinni síðu þar sem öllum þessum frásögnum sem og undirskrifuðum yfirlýsingum var safnað saman. Nú í heildina
semst frá nóvember 2017 og fram á árið 2018, þá voru þetta alls 16 hópar sem að birtu frásagnir og yfirlýsingar. Og semst yfirlýsingarnar voru allar í þeim anda að bara nú væri nóg komið og konur krefðust þess að gripið yrði til einhvers konar aðgerða. Í þessu erindi að þá ég í rauninni við Anna Dís að beina sjónum að hópum sem að kenndu sig við ákveðnar starfsgreinar. Og það í rauninni þessir 13 hópar hér. Þess að konur á vettvangi stjórnmálana, í sviðslistum og kvikmyndagerð, hugbúnaðar og tæknigeiranum, tónlist, réttarvörslukerfinu, á vettvangi vísindanna, læknar, flugfreyjur, fjölmiðla, konur í fjölmiðlum, konur í heilbrigðiskerfinu, konur í menntakerfinu, konur í iðngreinum og konur í prestastétt. Og nú ætla ég að leitast við að svara þessum rannsóknarspurningum og til þess að gera það að þá mikilvægt að hafa fræðin á bak við sig og það sem að við erum að gera, við erum að máta þessar frásagnir við í fyrsta lagi hugmyndir Bonnie Mann. Hún heimspekingur og þið sjáu þarna mynd af henni og hún fjallar kynferðislega áreitni, kynferðislega valdbeitingu á vinnustað út frá þessum hugmyndum hvaða áhrif það hefur að verða fyrir kynferðislegri valdbeitingu, hvaða áhrif það hefur á rými kvenna til að láta til sín taka í tilverunni eða world making capacities. Og þá sérstaklega rýmið einmitt sem þær hafa til þess að láta til sín taka á vinnustað. Og þá þetta svona spurningin hvaða áhrif hefur það að upplifa kynferðislega valdbeitingu á vinnustað. Og það sem við sjáum svo sterkt í gögnunum og rýmar svo vel við hugmyndir Bonnie Mann að það það hvernig tími kvenna fer í rauninni í það að bregðast við gjörðum annarra. Og hér höfum við dæmi af sviðslistunum. Kona sem skrifaði: Ég mætti ósofin og í áfalli á æfingu daginn eftir. Ég skalf og titraði við tilhugsunina hann vofði hátt yfir höfðinu á mér að elta mig með eltiljósi. Mér fannst ég fangelsuð. Og það sem við sjáum líka að af því að þarna verið að lýsa því sem að konur upplifðu í rauninni fyrir MeToo og við getum sagt að þótt að MeToo sé kannski ekki bylting þá það allavega hreyfing sem að virðist nú vera að poppa upp aftur og aftur og hún hefur gert það að verkum að við getum sagt að hlustunarskilyrði í samfélaginu hafi batnað. Að núna séu þá svona meiri líkur en áður á því að hlustað sé á konur þótt að síðan með deila svona hver viðbrögðin eru. En þarna það sem við sjáum í gögnunum einmitt þetta hvernig, í fyrsta lagi það vantrú kvennanna sjálfra, bara hvað gerðist eiginlega, hvaða merkingu geti lagt í það sem gerðist. Svona vantrú þeirra á því að það skili einhverju að fjalla reynsluna, hver mun trúa mér og síðan hvernig þá í rauninni sitja uppi með reynsluna. Og hér eru 2 dæmi úr réttarvörslukerfinu sem okkur finnst svo lýsandi fyrir það. Og hér skrifar kona: Hef svo margoft farið í gegnum þessa senu í hugunum og langað að svara á svona 100 aðra vegu. Og önnur sem skrifar: Naga mig enn í handabökin fyrir að hafa ekki svarað manninum. Þannig að þær í rauninni sitja uppi með þessa reynslu og það er svo auðvelt að sjá þetta svona visuált fyrir sig hvernig hún í rauninni bara svolítið tekur yfir svona heilastarfsemin og ef við skoðum þetta og setjum þetta í fræðilegt samhengi við skrif annars heimspekings sem heitir líka Mann bara með í endan að þá segir hún með svona afleiðingarnar þess að vera ekki trúað og svona vitandi það að það þýðir lítið að tala kynferðislegu valdbeitinguna einmitt þessi að
það þér svo í mun að svona halda í það að þú sért ekki bara ímyndaðir, hafir ekki verið að hérna rugla eitthvað og svo framvegis og þannig sko rígheldurðu í reynsluna, spilar hana í höfðið þér aftur og aftur í svona þessari viðleitni að halda í þinn sannleika. Þannig að, og leið sko þá auðvitað til þess að halda sönsum, en svo leið fer þetta í rauninni að hafa áhrif á allt lífið og gerir það verkum að þú ert í rauninni með einhverjum hætti bæði líkamlega og í hausnum á þér að bregðast við gjörðum annarra. Þannig að þarna erum við að tala einmitt bæði svona líkamlegar og andlegar afleiðingar. Nú, talandi Katie Mann, þessa sem ég nefndi áðan, heimspekingin, að hún hefur líka talað að það sem að gera það verkum að konum ekki trúað, að það það sem hún kallar karlkennd, sem hérna þýðing á hennar hugtaki himpati. Og síðan getum við tengt það líka heimtufrekju, sem hugtak sem komið frá bandaríska karlafræðingnum Michael Kimmel, sem hérna þá sense of entitlement. Þannig að þetta tvennt, hvernig sko samfélagið í rauninni hefur svona tilhneigingu til þess að halla sér frekar að skýringum karla, að það hefur síðan líka einmitt áhrif á möguleika kvenna bæði til þess að gangast við reynslu sinni og bregðast við henni með einhverjum hætti. Og við sjáum dæmi þetta í gögnunum og það kemur svo skýrt fram að konur einmitt upplefa svo sterkt að sko, fyrsta leið get engum sagt, mér verður ekki trúað og svo verður hans þá skýring á atburðum tekin fram yfir mínar. Og hér dæmi úr stjórnmálunum, kona sem að skrifar viðbrögðin sem hún fékk þegar hún hérna gerði athugasemdir að ekki mætti skrímslavæða ungan mann á upplið. Og þar með var hérna hann í rauninni tekinn fram yfir hana. Svo hér úr heilbrigðiskerfinu og kona sem að bara í rauninni upplifði svo sterkt hvað svona heyrði til hennar friðar. Hún sagði, ég ákvað að þegja því karlmenn eru svo verðmætir í þessum störfum og ég var bara að hlaupa í skarðið. Svo hérna að lokum dæmi úr menntakerfinu. Kennari sem skrifar, ég starfaði sem kennari í 11 ár og get sagt að kynferðisleg áreitni hafi haft áhrif á starf mitt þó mér finnist það sem ég lenti sjálf í auðveldara en áreitni karlkennara gagnvart nemendum. Sú áreitni og hvernig brugðist var við henni situr í mér. Það var meðal annars einn kennari sem átti til að tosa í G-streng og brjóstahaldara og láta smella í. Ég ræddi þetta við hann og skólastjóra en það var ekkert gert með það. Þetta þótt honum fyndið og notaði frasanum að það mætti orðið ekkert í dag og að karlkennara lægi alltaf undir svona dómum vegna kynferðis, sem alls ekki reynsla mín því flestir þekkja mörkin vel. Sá sami sátt oft með stelpur með veikan félagslegan bakgrunn í fanginu og okkur samkennunum þótti það óþægilegt þó við sæjum hann aldrei gera neitt við þær. Einu sinni kom umsjónarnemandi minn til mín og sagðist aldrei aftur ætli í tíma til hans því hann hefði strokið henni þannig í tíma. Alltaf lét stjórnendur vita en hann komst lengi upp með þetta. Það var annars konar mál gagnvart dreng sem hafði þau áhrif að hann hætti störfum hjá þeim skóla sem ég vann í. Þannig ég nefni öll þessi dæmi að þau eru bæði svona varpaljósi á þessa karlkennd og líka þessa svona heimtufrekju eða sense of entitlement sem við getum sagt að séu svona undir hugtök þegar við erum að varpa ljósi á kynjuð valdatengsl sem í rauninni MeToo fjallar um. Nú, þá erum við komin að kynferðislegum þegnrétti og þarna erum við með svona velta fyrir okkur hvaða möguleika hafa konur til að bregðast við. Og hérna, þið vitið það öll en ég ætla samt að segja það að auðvitað kynferðisleg valdbeiting á ábyrgð þess sem að beitir kynferðislegri valdbeitingu. Mér finnst mikilvægt að setja þann fyrirvara hér. En kynferðislegur þegnréttur
að það í rauninni það sem við getum skilgreint sem kynferðislegan sjálfsákvörðunarrétt óháður valdastöðu. Og þá erum við að skoða með hverjum, hvernig, hvenær, eins og þegar kemur að kynlífi eða kynferðislegum athöfnum. Og það sem að þá einmitt karlkenndin og heimtufrekjan gera að verkum að valdhafar og í þá meirihluta karlar telja sig eiga kynferðislegt tilkall til líkama annarra. Og afleiðingin þá svolítið sú, og það sem við sjáum í gögnunum að undirskipaðir hópar, og í þessu tilviki sem við erum að skoða þarna, konur, upplifa sig í rauninni, eða getum við sagt svona rændar þessum kynferðislega þegnrétti og fara að skilgreina sig og sinn kynferðislega þegnrétt út frá körlum. Og hér eru 2 dæmi það og þarna erum við semst að fjalla svolítið hver viðbrögð kvenna við áreitninni, hvernig leitast þær við að bregðast við og svona hvaða úrræði telja þær sig hafa í aðstæðunum. Og hér höfum við dæmi, kona sem skrifar: Ég myndi hann á það hvernig við þekktumst. Það í gegnum dóttur hans og ég væri nýbúin að gifta mig fyrr sumarið. Þannig hún að reyna að fá viðkomandi til þess að hætta kynferðislegri valdbeitingu og hún gerir það með þessum hætti. Svo önnur á sama sviði, semst í hugbúnaðargeiranum. Hún skrifar: Ég hef eiginlega alla tíð verið vör mig og gert í því að tala manninn minn í svona sósíal samhengi sem einhvers konar varnarviðbragð. Og þannig hún í rauninni að segja að hún í rauninni að gefa til kynna sem svona hennar leið til þess einhvern veginn að þá kom í veg fyrir kynferðislega áreitni, að þá hún að gefa til kynna: Láttu mig vera, ég í hjónabandi eða sambúð. Þannig að þetta lítum við á sem svona dæmi hvernig í rauninni búið að ræna konur þessum kynferðislega þegnrétti og hvernig þær farnar að skilgreina sinn kynferðislega þegnrétt út frá því að það sé einhver annar sem í rauninni þá eigi eignarhald yfir þeim, sem gerir það að verkum að það sé einhver leið til þess að fá aðra til þess að láta af sinni kynferðislegu valdbeitingu. Og þá meira þetta einmitt, hvaða úrræði hafa konur í þessum aðstæðum? Og okkur fannst einmitt athyglisvert og þannig svo mikilvægt að halda til haga gerendamættinum, af því að ég sé þetta oft svolítið myndrænt fyrir mér að það eiginlega búið að þröngva konum inn í eitthvað mót. En engu að síður að þá hafa þær eitthvað rými til að bregðast við og það svo mikilvægt að halda því til haga þá hvað þrátt fyrir að vera í þessum ofboðslega þröngu aðstæðum, hvað þær finna í rauninni rými til þess að bregðast við. Og það getur líka bara þjónað þeim tilgangi líka að halda í eitthvað af sínum svona world making capacities, eins og ég nefndi áðan. Og hér ein kona sem skrifar: Þegar hann snýr baki í mig, fokka ég hann. Og þarna hún einmitt, hún fær svona ákveðna útrás fyrir því þótt að hann kannski einmitt verði aldrei var við það sem það gerist fyrir aftana. Svo annað, þetta kom svolítið ítrekað fram í gögnunum og dæmi það hér. Við reyndum að forðast hann eða gerðum lítið úr þessu, hlógum að honum og gerðum grín. Og þarna höfum við dæmi með hvernig konur í rauninni í gegnum kvennasamstöðu finna svona sinn gerendamátt. Og það mátti ráða af aðstæðum þarna að þetta það líka að gera án þess að gerandinn verði varviða, en það gefur þeim svona ákveðið rými í tilverunni. Og síðan sjáum við kannski svona dæmið sem að kannski einmitt til þess fallið að koma einhverjum skilaboðum á framfæri við viðkomandi
að það kona sem að skrifaði, horfði fast á karlinn og glotti til hans. Og þar hún svona einmitt að reyna að öðlast vald á þessum aðstæðum sem hún í. Þá að lokum, þetta átti ekki gerast, samantekt, já, semst konur beita gerendamætti sínum, jafnvel þá þeim takist ekki að hreyfa við kynbundnum valdatengslum. Og við getum sagt að markmiðið með MeToo einmitt að afnema þennan yfirráðarétt karla yfir líkömum kvenna og það gerist þá einmitt með þessari valdeflingu kvenna sem við teljum að hafi átt sér stað í gegnum MeToo og einmitt í gegnum þessa samkennd. Og bara rifja upp þá það sem að kom fram hér í byrjun, að finna samkenndina, að það getur einmitt, það svona fyrsta skrefið af þessari valdeflingu sem að getur síðan svona stuðlað að því að hreyfa við kynbundnum valdatengslum og sem þá fyrsta skrefið í því að afnema þennan yfirráðarétt karla yfir líkömum kvenna. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir, komið sæl, ég ætla líka að ná í mína glærur hérna, share screen. Já, komið sæl, Hildur Fjóla Antonsdóttir heiti ég og réttarfélagsfræðingur, þar sem ég að skoða svona, já, lög og rétt með aðferðafræði félagsvísindana og ég ætla að fjalla í dag meðhöndlun ásakana kynferðisofbeldi í meiðyrðamálum og velta svolítið fyrir mér spurningunni, eru þetta ærumeiðingar eða eru þetta sönn ummæli, svona út frá gögnunum. En ég verð að viðurkenna að ég kom mjög stutt á veg með þessa greiningu, þannig að þetta nú svona bara svona forgreining eða svona fyrstu svona útlínurnar á þessu sem ég ætla að fjalla í dag. Og þetta verkefni sem ég að vinna sem nýdoktor við Eddu rannsóknarsetur. Nú, ég ætla að byrja hérna á tilvitnun í sérstakan skýrslugjafa Sameinuðu þjóðanna ofbeldi gegn konum frá 2018 og þetta nú bara á ensku hérna hjá mér. En hún lét hafa eftir sér, women who speak out about their abuse online are frequently and increasingly threatened with legal proceedings, such as for defamation, sem meiðyrði, which aims to prevent them from reporting their situation. Such behavior may form a part of a pattern of domestic violence and abuse. Og þetta nú eitthvað sem líka hefur verið talað í íslensku samhengi og já, hefur komið svona upp í umræðinni hvernig þessu háttað með þessi meiðyrðamál þegar verið að fara sérstaklega þegar verið að fara í mál gegn þolendum. Eða þegar meintir gerendur fara í mál gegn þolendum. Nú, það má segja að þessum meiðyrðamálum fari fjölgandi, en síðan 1999 það var 23 dómar svo ég viti, fallið í slíkum meiðyrðamálum á Íslandi og þá ég að byggja þetta á þessum leitarvélum dómstólana. Allir nema einn þeirra eru frá tímabilinu 2008 til 2021. Og maður velti svolítið fyrir sig hvort að, já, hvað þetta segi, hvort að samfélagsmiðlarnir mögulega sé að hafa einhver áhrif á þetta líka, sem sagt, að það auðveldara að tjá sig opinberlega gegnum eins og Facebook og aðra svona online miðla heldur en áður, en líka mögulega að fólk sem hefur beitt ofbeldi sé að tjá sig opinberlega það í auknum mæli. Nú, þessi mál einkennast af því sem að þarna eru meintir gerendur að fara í mál ýmist gegn blaðamönnum fyrir umfjöllun eða þriðju aðilum, og þá getur það verið bara fólk út í bæ, oft aðstandendur eða stuðningsaðilar þolenda, eða þá gegn þolendum sjálfum.
og það var með 2019 þar sem konur feministar stofnuðu hérna Málfrelsissjóðinn sem femínískur sjóður til að styðja við þolendur kynbundins ofbeldis og stuðningsfólks þeirra sem hefur verið dæmt fyrir ærumeiðingar vegna umfjöllunar kynbundið ofbeldi og opinberu vettvangi. Þannig að það má segja að það sé komið svona, þetta virðist vera svona trend að einhverju leyti sem virðist fara vaxandi. Nú, ég ætla að byrja hérna bara að lesa upp fyrir ykkur svona þessi helstu ákvæði í almennum hegningarlögum sem notuð eru í þessum málum, þar sem verið að stefna þolendum fyrir meiðinni. Og þetta svolítið sérstakt hérna á Íslandi að við erum með meiðyrðalöggjöfina í hegningarlögum. Það varðar við refsingu að við hafa semst meiðyrði. En víða annars staðar þá búið að taka þetta úr hegningarlögum og þetta iðulega bara svona sér lög í einkamálalög. En við á Íslandi erum ennþá með þetta inn í almennum hegningarlögum. Og ég ætla að lesa þetta bara aðeins fyrir ykkur. Það er 234. grein sem segir hver sem meiðir æru annars manns með móðgun í orðum eða athöfnum og hver sem ber slíkt út skal sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Þannig að þetta varðar við fangelsisvist eða refsingu. Nú 235. grein, hún segir ef maður dróttar að öðrum eða sem sagt ýjar að öðrum manni einhverju því sem verða myndi virðingu hans til hnekkis eða ber slíka aðdráttun út, þá var það sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Og svo er það 236. grein. Sé ærumeiðandi aðdráttun höfð í frammi eða borin út gegn betri vitund, og gegn betri vitund er lykilatriði hérna, þá var það fangelsi allt að 2 árum. Þannig að refsiramminn er hærri hér. Og svo er það 241. grein. Hún segir meðal annars að í meiðyrðamáli má dæma óviðurkvæmileg ummæli ómerk, við kannast örugglega við þetta, dæmt dauð og ómerk, ef sá krefst þess sem misgert var við. Og sá sem sekur reynist ærumeiðandi aðdráttun getur verið dæmdur til að greiða þá fyrir birtingu dóms á opinberum vettvangi. Þannig að þetta eru þessi ákvæði sem iðulega þessi mál eru byggð á. Nú þróun dómaframkvæmdar á Íslandi í þessum málum, það má segja þetta síðan 2012 og þá hefur Ísland verið að tapa ansi mörgum málum fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu fyrir að hafa ekki gefið tjáningarfrelsi nægilega vigt í meiðyrðamálum. Og nú má alveg sjá að hæstaréttardómar eru sífellt að þróast í átt að fordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu á síðustu árum. Og þannig að hér á Íslandi er verið að gefa tjáningarfrelsinu aukið vægi. Nú það að refsa fyrir meiðyrði gengur gegn ákvæðum tjáningarfrelsi, myndu margir segja, það hefur farið rök fyrir því. En eins og ég var að segja áðan að þá erum við ennþá með meiðyrðin inn í hegningarlögunum. En í dómaframkvæmd á Íslandi að þá verða meiðyrðamál iðulega að í rauninni skaðabótamálum. Það er ekki verið að dæma fólk til fangelsisvistar fyrir meiðyrði, svo ég veit ekki neitt nýlega. Nú, það er margbúið að fjalla það á þingi að það skiptir máli að taka meiðyrðin út úr hérna refsilögum og setja þau í bara sér lög, einkalög og síðustu 25 árum að þá hefur ítrekað verið fjallað þetta og bent á nauðsyn þess að afnema refsingar fyrir meiðyrði og það er búið að leggja fram fjölmargar þingsályktunartillögur þetta og nú síðast var lagt fram stjórnarfrumvarp árið 2019 sem hefur það að markmiði að afnema refsingar vegna ærumeiðinga að mestu leyti og færa úrræði vegna þeirra í sérstök lög á sviði einkaréttar. Þannig að þetta er eitthvað sem búið í umræðunni mjög lengi en er ekki komið í gegn. Nú þessi rannsókn sem ég að gera, þetta er rannsóknarspurningarnar sem ég hef svona að leiðarljós í þessu eins og ég segi þetta svona frumgreining, að það er fyrsta leið hvernig hafa íslenski dómstólar dæmt í málum þar sem myndigerendur hafa sótt meiðyrðamál gegn þolendum og hvað einkennir þessa dóma og
þá ég að skoða semst, já, einungis þessi mál gegn þolendum og þetta eru 6 dómar og þar af 1 sátt. Og ég að nota þemagreiningu í þetta og já, þetta svona frumgreining hérna hjá mér. Nú og svona helstu niðurstöður eins og að ef við skoðum semst lagalega búningin eða í hvað lagalega búning eru þessi mál sett, sem sagt, þegar stefnandi fer með kröfur fram gegn stefndu, að þá þetta eiginlega einmitt einkarefsimál, sem sagt, þetta eru einkaaðilar sem að fara í mál en að grundvelli hegningarlaga og þetta kallast einkarefsimál. Og iðulega þá verið að vísa í meiðyrði 224 grein eða aðdróttun eða aðdróttun, oft að hvort tveggja verið að vísa í 225. grein. En í 4 málum var líka vísað í aðdróttun gegn betri vitund og það alltaf 2 ára fangelsisvist við því. Nú, í öllum, eða í 5 málana að þá var þess líka farið fram á það að ummælin dæmd dauð og ómerk. Og í 5 málana var farið fram á skaðabætur og voru þær kröfur allt frá 1 milljón upp í 5 milljónir króna. Nú í öllum nema einu máli voru stefnendur karlar og stefndu konur. En í þessu eina máli sem var aðeins öðruvísi að þá var stefnandinn kona líka sem stefnda hafði semst lýst í blaðaviðtali sem vitorðskonu eiginmanns síns. En eiginmaður hennar eða maðurinn hennar hafði verið dæmdur fyrir að stunda kynlíf með íbúðum og meðferðarheimili þar sem hann var forstöðumaður og þá þar á meðal stefndu. Nú niðurstaðan, sem sagt, dómarnir, sem sagt, niðurstaða dómanna eru iðulega þær að þær eru hvorki dæmdar sekar né skaðabótaskyldar. Og í sem sagt 5 málum voru það sem sagt hvorki fundnar sekar né skaðabótaskyldar og það var ýmist stefnandi eða ríkið sem var gert að greiða málskostnað. Málskostnað getur oft verið mjög hár í þessum málum. Og jafnvel hærri heldur en krafan, skaðabótakrafan. Nú í einu máli voru 2 af 14 ummælum stefndu, dæmd dauð og ómerk. Þetta var eina málið sem var, öll þessi mál, þeim var áfrýjað, ýmist til Hæstaréttar áður en Landsréttur kom til skjalanna eða þá til Landsréttar. En í einu máli, þá var eitt mál var ekki áfrýjað og það þetta mál þar sem 2 af 14 ummælum stefndu voru dæmd dauð og ómerk. En það var engin skaðabótakrafa í málinu og hvor aðilum sig var látin borga málskostnað. En stefnda fékk svo gjafsókn frá ríkinu. Já, ætlaði ég að segja eitthvað meira um þetta og eitthvað sem ég ætlaði að segja. Nei, það kemur kannski eftir. Nú hvað var að nafngreiningu að í 4 málana voru ummælin viðhöfð í samhengi þar sem myndugerandi var nafngreindur. En í 2 málum stefndu ekki nafngreind stefnandann en lýst þeim opinberlega eins og sagt þetta var maður sem var tengdur heimilinu eða sagt þetta var fyrrverandi sambýlismaður. Nú sýknukrafan eða stefndu byggðu sína sýknukröfu iðulega á tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu og líka því að ummælin væru sönn, að þær væru að fara fram í góðri trú með þessi ummæli og að þetta væru sönn ummæli miðað við þeirra vitnisburð og þekkingu. En í einu máli að þá sagði stefnda ekki muna eftir að hafa viðhaft umrædd ummæli sem hefði birst í blaðagrein og í staðinn var það blaðamaðurinn sem var dæmdur fyrir ummælin en það var eitt af þeim málum sem var tekið til Mannréttindadómstóls Evrópu og blaðamaðurinn sendi málið þangað og Mannréttindadómstóllinn sneri málinu við og Íslenska ríkið var dæmt fyrir að leyfa ekki nógu mikið rými fyrir tjáningarfrelsi blaðamanna.
Í 2 málum vísuðust dæmdu einnig til orðhefndar. Orðhefnd, þetta svona gamalt konsept í íslenskum lögum og má finna í ákvæði 239 í hegningarlögunum. Og það segir sem sagt að heimilt að láta refsingu samkvæmt 234. og 235. grein falla niður ef tilefni ærumeiðingar var ótilhlýðileg hátterni þess manns sem telur sér misboðið eða hann hefur goldið líku líkt. Hérna sem verið að segja að með því að viðhafa þessi ummæli að þá það í rauninni bara orðhefnd í rauninni vegna þess að það sem þú gerði mér í rauninni miklu verra heldur en þessi ummæli. Eða í rauninni ég bara gjalda líku líkt. Og þetta nú svolítið áhugavert og það var vísað í þessu sýknukrafan var byggð á þessu í 2 málum. Og í einu málinu var héraðsdómur sammála þessu og byggði sinn dóm á þessu atriði en síðan þessu máli var svo áfrýjað og áfrýjunardómurinn byggir ekki á þessu ákvæði. Já, og það sem ég ætlaði að segja áðan var líka með að þó að þær hafi verið sýknaðar og ekki dæmdar til þess að borga skaðabætur eða í langflestum málunum voru ummælin heldur ekki dæmd dauðadómur. Að sko oft héraðsdómur, það voru nokkuð mál þar sem héraðsdómur hafi í rauninni fundið þær í rauninni sekar og dæmt ummæli dauðadómur en því var svo snúið við í áfrýjunardómstól. Nú svo það sem þær vísa oft í líka að þetta fyrir bara mikilvæg þjóðfélagsumræða. Og það var í 4 málum að þá töldu stefndu að ummæli þeirra hefði verið liður í mikilvægri þjóðfélagsumræðu kynferðisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum. Og í 2 málum, og þetta eru bæði nýlegir dómar, þá tekur dómurinn undir þessa röksemdafærslu með beinum hætti, sem nokkuð áhugavert, og segir rauninni með beinum hætti að viðkomandi hafi látið þessi ummæli falla til dæmis á Facebook í umræðum kynferðisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum sem helst mikilvæg þjóðfélagsumræða. Og þar meira rými gefið fyrir tjáningarfrelsi. Og aðeins svona til þess að útskýra þetta betur þessi munur þar sem dómurinn iðulega að skoða og sérstaklega þessi 9 dómar sem taka þá upp aðferðafræði Mannréttindadómstóls Evrópu alveg sérstaklega og má væntanlega eiga von á því að sjá þetta einmitt skýrar áfram í mögulega komandi dómum. Að það í dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins í málum af þessu tagi gerð greinarmunur á staðhæfingu staðreynd annars vegar og gildisdómi hins vegar. Og þá hugmyndin svo að gildisdómur eða svona value judgment ekki hægt að sanna þó svo að það gerðinni krafa að það sé sýnt að þetta eigi sér einhverja stoð í staðreyndum ummælin en ummæli sem eru frekar talin til gildisdóma ummæli eru frekar talin til gildisdóma þegar þau eru liður í mikilvægri þjóðfélagsumræðu. Þannig að þetta atriði með mikilvægi þjóðfélagsumræðu kemur svolítið oft upp og það svolítið áhugavert, sérstaklega svona út frá pólitískum hugmyndum mikilvægi þess að fólk sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi geti fjallað það á opinberum vettvangi í tengslum við mikilvægi þess að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi og að þeir sem beiti því séu látnir bera ábyrgð á því. Nú ef að ræða staðhæfingu staðreynd sem á að vera hægt að sanna gjarnan litið til þess hvort viðkomandi hafi verið í góðri trú réttmæti ummæla sinna hann létur falla. Og þetta eitthvað sem kemur líka ítrekað fyrir í dómunum og það sérstaklega í þessum áfrýjunardómum sem eru áfrýjaðir að þá verið að fjalla með ítarlega þetta hvort að viðkomandi hafi verið í góðri trú réttmæti ummæla sinna og það skiptir mjög miklu máli og sönnunarkrafan kemur svolítið inn í þetta. Og þetta eru áhugaverðir dómar að lesa vegna þess að í rauninni, svona þegar maður lesi, ég hef líka skoðað heilmikið dóma eins og í nauðgunarmálum og svona hvernig þinghaldið háttað, hvaða vitni eru fengin og svo framvegis
og það svolítið áhugavert að sjá hvernig þessi meiðyrðamál fara svolítið að snúast upp í rauninni, fyrir að svipa til í rauninni sko, slíkra þinghalda eins og til dæmis í nauðgunarmálum eða kynferðisbrotamálum. Og þá það iðulega stefndu sem eru að koma með vitni sem geta þá borið til að viðkomandi hafi sem sagt, sagt þeim frá ofbeldinu á sínum tíma eða jafnvel sem sagt, félagsráðgjafar sem viðkomandi talaði við á sínum tíma eða jafnvel ykkur úr heilbrigðisstéttunum sem tók á móti viðkomandi á sínum tíma. Þannig að svona, þessi réttarhöld fara svolítið að snúast svolítið að verða svolítið eins og bara kynferðisofbeldis réttarhöld, nema þá að sönnunarkrafan ekki eins há hér. Hún svona misrík eftir atvikum og eðli máls eins og íslenskir dómstólar sem tala en hún iðulega ekki eins há. En þó má sjá í sem sagt sum þessara dóma sem féllu héraði, það sem það voru fundnar sko sekarummæli dæmd sem sagt dauð og ómerk, að þá sér maður dómarana oft verið að vísa í svona refsiréttarlega í rauninni sönnunarkröfu. Þar sér maður svona öllu orðalagi að það svolítið verið að miða við í rauninni sönnunarkröfu í refsirétti, bara eins og í kynferðisofbeldismálum. En svo það iðulega þegar dómarnir eru áfrýjaðir, þegar dómarnum áfrýjað, að þá iðulega tekið skýrt fram að sönnunarkrafan ekki sú sama og á ekki að vera svona há. Nú, svona til þess að summera þetta upp að ásamt sannleiksvörninni sem áhugavert, þessi sannleiksvörn svolítið áhugaverð vegna þess að hún ekki allstaðar endilega tekin gild, eins og til dæmis í Svíþjóð. Það eru 5 mál sem komu upp úr MeToo í Svíþjóð, þar sem 5 ólíkar konur sem höfðu nefnt meinta gerendur sína eða gerendur sína á nafn í ummælum á Facebook aðalega þetta hafi verið. Og þeir höfðu mál gegn þeim og þær meira og minna töpuðu þeim málum. Og það vegna þess að sannleiksvörnin í sænskum dómstólum í svona málum, það í rauninni ekki hægt að fara út í hana nema þú sýnir fyrst fram á það að ummælin sem þú hafi átt erindi til almennings. Og í öllum þessum málum og þá töldu dómstólar ekki hefði verið sýnt fram á það. En þetta ekki svona á Íslandi. Við erum með þessa sannleiksvörn. Hún skiptir mjög miklu máli sem það geta sýnt fram á sannleika ummælana. Þannig ásamt henni og sem sagt dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins að þá sem sagt þessi túlkun á tjáningarfrelsinu að þjóna hagsmunum þolenda í meiðyrðamálum. Ég held að sé óhætt að segja það. En samt náttúrulega þarf að hundur að gelta hérna fyrir utan hjá mér afsakið. En samt að náttúrulega að hafa í huga að þetta eru fá mál sem ég að tala hérna. Þetta eru bara í rauninni 5-6 mál. En á grundvelli lækkari sönnunarkröfu þá rauninni má álykta að lögsóknir meintra gerenda gegn þolendum kynferðisofbeldis vegna ærumeiðandi ummæla sé liður í þeirri samfellu óréttlæti sem þolendur eru beittir. Þetta sé í rauninni má taka undir með skýrslu skrifar að þetta Sameinuðu þjóðanna sem ég vitnaði í í byrjun. Og vísa til dæmis líka í fyrirsögn, það sem viðtal við Hildi Ardar, sem talar það að hafa upplifað 3 ára meiðyrðamál sem í fjárkúgun, en hún var sýknuð í Hæstarétti fyrir að lýsa kynferðisofbeldi fjölskyldumeðlims og skólafélaga í lokuðum Facebook-hópi. Þetta viðtal sem birtist við hana í Stundinni. Og hún talar hvernig þó hún hafi unni málið eða unni, að þá tók þetta 3 ár og var gríðarlega erfitt. Já, takk ykkur fyrir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég hérna svona og svona og svona. Er þetta ekki allt komið? Yes, geggjað. Æðislegt. Já, ég heiti sem sagt Katrín og í doktorsnámi á menntavísindasviði og það sem ég ætlaði að segja ykkur frá í dag
eru sem sagt niðurstöður svona úr hluta af verkefninu mínu sem að ég byggja á grein sem ég er að skrifa sem sagt, eða var að klára að skrifa með Önnu Dís, títt nefndri hér á þessari málstofu, en það hefði náttúrulega átt að vera með okkur. Ég sem sagt var að skrifa, við vorum að senda frá okkur grein sem að við köllum bara skrýmslið svona okkar á milli, en sem sagt snýst sem sagt skrýmsla orðræðu og áhrif hennar á sem sagt sjálfsmynd gerenda og sýn til eigin verka. Og í þessari grein þá sem sagt byggjum við á frásögnum 6 gagnkynhneigðra karlmanna sem eru á aldrinum 18 til 35 ára og þeir gangast allir við því að hafa beitt maka eða vin sinn ofbeldi í nánum kynnum. Og í þessari grein erum við sem sagt að skoða mýtuna skrýmslið og hvaða áhrif hún hefur á sem sagt gerendur ofbeldis og sín til eigin verka sem sagt. Og þessi mýta eins og við vitum náttúrulega bara einhver svona samfélagsleg sköpun sem byggir á orðræðum meðal annars ofbeldi og nauðgunarmenningu og þetta svona það sem við getum í rauninni greint í ályktunum fólks nauðgun og ofbeldi í nánum kynnum sem að síðan á sér ekkert stoð í raunveruleikunum. Og verkefnið byggir á aðferðum sem sagt hrif- og orðræðugreiningar eða sem sagt affective discursive theory sem að gerir okkur sem sagt kleift að skoða fyrirfram gefnar ályktanir til dæmis karlmennsku og ofbeldi sem að vekja með okkur ólíkar tilfinningar og geta sem sagt ýmist sko hreyft við okkur eða hamlað okkur í því að bregðast við. Þannig að þá spurningin í rauninni sú sko hvaða hrif og orðræður viðmælendur nýta sér til þess að reyna að skilja og greiða úr eigin verkum og hvernig þeim finnst ofbeldið endurspegla hverjir þeir eru og hvað þeir standa fyrir. Og að auki þá náttúrulega þá svo margt þarna sem var svo gríðarlega áhugavert og við ákváðum og það eiginlega bara öskraði á okkur í gögnunum að við yrðum líka að leggja á það áherslu hvaða sem sagt orðræður og sjálfsmyndir eru í boði fyrir okkur svona eftir því hver staða okkar í samfélaginu og skoðum þess vegna líka sérstaklega sko samspil stéttar og sjálfsmyndar og hugmyndir karlmennsku sem að tengjast þá sko ekki bara samspili kynja heldur líka öðrum mismunabreytum. Og í þessu samhengi þá erum við með að nota respectability kenningarnar FIPS, það er að segja virðing sem að gagnkynhneigðir hvítir karlmenn af miðstétt átómatískt njóta í samfélaginu og aðrir, og sem sagt það sem aðgreinir þessa hvítu miðstétt frá öðrum sérstaklega lægri stéttum. Og svo erum við líka svolítið að skoða hugmyndir skeggs sem sagt svona stimplun manna af lægri stéttum segi ég. Það er að segja hvernig svona ákveðin menningabundin einkenni geta fest suma hópa en auki hreyfanleika annara og hvernig menn í forréttindastöðu hafa meira táknrænt vald sem að gera þeim einmitt kleift að fjarlægja sig frá athöfnum sem eru siðferðislegar vafasamar á meðan við erum tilbúin að tengja siðferðislega vafasamar gjörðir við einstaklinga af lægri stéttum. Þannig að við erum svolítið svona að horfa eftir þessu í greiningunni. Úr þessu öllu saman, sem sagt, reyndum við að draga alls konar þemu og það gekk bara eiginlega ekki neitt hjá okkur af því að þau voru bara svo ógeðslega mörg og það var svo margt sem hægt bara að skoða og við vorum alltaf að reyna einhvern veginn svona, að festa niður sko, þessar ólíku hugmyndir en það sem við föttuðum á endanum var að það voru bara allir á einn eða annan máta alltaf að tala skrýmsli. Þannig að það þýddi ekkert að reyna að greina skrýmslið sko, eða setja skrýmslið með einhverju öðru tema. Það bara eitt tema og það bara skrýmslið. Og það sem við fórum þá frekar að gera var að reyna að finna ólík blæbrigði eða svona tilbrigði sem að viðmælendur svona höfðu þau í tengslum við skrýmsli og hvernig þeir þá staðsetja sig á ólíkan hátt í tengslum við skrýmsli. Og þá mynduðust þessi 3 undirþemu sem þið sjáu hérna á skjánum, skrýmsli sem svona stigmatiseraður flokkur, hvernig einstaklingar annarkvort forðast eða reyna að taka ábyrgð og svo í þriðja lagi skrýmsli sem svona eiginlega stjórnlaus karlmennska. Og nú ætla ég eiginlega bara að demba mér í að gefa ykkur fullt af dæmum þetta.
Byrjum hérna. Skrýmsli sem svona stigmatiseraður flokkur, sko hérna erum við að horfa á einstaklinga af miðstétt sem að neita að sjálfgreina sig sem skrýmsli. Fyrir þeim þá skrýmslaflokkurinn eitthvað sem að eðlisgerir þá og stimplar þá sem illa innrætta menn og þar sem að skrýmslið stigmatiserað þá náttúrulega vill bara enginn tilheyra þessum flokki. Og þessir einstaklingar þeir lýsa gjarnan eftirsjá verka sinna og finnst þeim náttúrulega alls ekkert eiga skilið sko að vera kallaði skrýmsli. En eftirsjáin þarna einmitt mjög gott dæmi svona hrif-orðræðu þar sem hún kallar fram eiginleikan til þess að sko líta svona tilbaka og endurmeta það sem að gerðist. Og þá geta þær til dæmis sagt sko, þú veist, já ég sé eftir þessu vegna þess að þú veist, ég manneskja. Ég get núna horft tilbaka og sé að þetta var rangt sko, eins og þeir svona oft endurtaka í þessum viðtölum. Viðmælendur sem sagt að miðstétt lýsaði gjarnan hvernig það þegar þeir eru tengdir við ofbeldisverkin að þeir upplifi svona stöðufall, eða þeir séu bara í frjálsu falli. Þeir voru í einhvers konar virðingarverðri stöðu en eru allt í einu komnir niður í skrýmslaflokk þar sem að þeir eru núna bara algjörlega fastir, eins og eða þú veist, þeir upplifa sig sem algjörlega fasta. Og Einar sem sagt lýsir þessu svo vel í kvótinu hérna á slæðinni hversu alvarlegt og mikið sjokk það var fyrir hann að vera allt í einu komin í skrýmslaflokkin. Hann segir þarna bókstaflega að hann upplifir það sko þannig að hans fyrra sjálf að hann hafi verið góður maður og þetta sé eins og að hafa fengið bara dauðadóm þegar það fór allt í einu að kvisast út þessi saga af hans ofbeldi. Og þegar sagan fyrir að kvisast út, þá einhvern veginn upplifir hann það sem svo að skrýmslið bara gjörsamlega taki yfir sjálfið og allt hans líf. Og hann missir fullkomlega fótfestuna. Og það skapast þarna gríðarlegur dissonans á milli þess hvernig hann upplifir sjálfa sig og hvernig hann síðan dæmdur af umhverfinu. Og hann talar það hvernig sjálfsmynd hans sem byggði á því að vera svona góður og næs gæi hafi sko þú veist, einhvern veginn horfið og þegar hann að segja mér frá þessu þá sko hann bókstaflega hristist og skelfur við það að reyna að setja þetta í orð og leggur svo á það áherslu að hann hafi aldrei séð sjálfan sig sem típuna sem nauðgar, það að segja sem skrýmsli, en svo hafa hann allt í einu uppgötað að hver sem getur nauðgað og sjáu þetta þarna á slæðina, stendur að nauðgarar einhverjir aðrir, einhverjir vondir. Þannig að hann tengdi sig aldrei inn í þetta. Og svo segir hann svo líka hérna að lokum, sko, þess vegna þetta orð þar sem nauðgun svo mikið vandamál vegna þess að það svo skrýmslavægt. Þess að hann upplifir sig ekki sem hluta af þeim flokki. Það var líka rosalega ólíkt svona þátttakandi á milli, sko, hvaða orðræður þeir hafa að velja úr þegar kemur að því að reyna að ramma inn ofbeldisreynsluna og ábyrgðina svona í tengslum við ofbeldisverkið. Og einstaklingar af miðstétt, þeir eru rosalega mikið að vísa í jafnréttisorðræðina og þeir nota hana gjarnan til þess að koma sér undan ábyrgð eða jafnvel að varpa hluta af sökinni, þú veist, yfir á þolandann sinn. Og Einar sem á þessu kvót hérna á slæðinni til dæmis, hann sko sér sjálfa sig sem mjúkan mann sem á auðvelt með samskipti við konur og getur þess vegna bara ekki skilið það hvernig hann gat hafa verið ofbeldisfullur gagnvart maka sínum. Og eins og málin blöstu við honum, þá var þetta náttúrulega bara misskilningur. Hann ætlaði sér ekkert að beita neinu ofbeldi og þegar hann hugsar þetta, þá bara fyllist hann bara gríðarlega miklum kvíða og segir á einu staði viðtalinu sko, og hann þætti svo erfitt að lifa með þeirri staðurinn að hann vissi ekki alveg hvað gerðist. Það einhvern veginn hans upplifun af atvikinu. Og það að hann viti ekki alveg hvað gerðist fyllir hann ótta sem hann á mjög erfitt með að lifa með, segir hann. Og eins og gefur að skilja þá að því hann sér ofbeldi sem eitthvað svona misskilning, þá hann náttúrulega ekki búinn að vinna úr reynslunni af fullri alvöru, eins og má sjá einmitt af fyrra kvótinu hérna á slæðinu, sko. Það sem segir, þú þarft ekki að vera illa innrættur, sama þó að þú haldir og myndir aldrei særa neitt, þá getur þú gert þetta. Hann alltaf að reyna einhvern veginn að nota önnur orði að dansa svona í kringum atburðin, sko. Hann alveg rosalega erfitt með að nota þetta orð nauðgun sem lýsing á því sem gerðist og endurtekur oft í viðtalinu
að það vanti nýja orðræðu nauðgun, orðræðu sem að gera ráð fyrir mönnum eins og honum sem að meiða óvart. Og hann segir þarna, ég spyr mig í alvörunni, bara allt í lagi að nota sama orðið yfir eitthvað sem misskilningur af hálfu gerandans og eitthvað sem bara mest brútal ofbeldi sem þið getur dottið í hug. Þannig sjáum við hvernig hann reynir hann að aðgreina sig frá nauðgun, því að nauðgun of erfitt fyrir hann að meðtaka. Það þó einstaklingar sem að reyna að taka ábyrgð eða sem að tekst að taka ábyrgð. Nauðgun náttúrulega rosalega tilfinningaþrungið orð og orðið sjálft bara hristist og skelfur af sársauka og kvíða bara þegar maður segir það En það samt sem áður algjörlega nauðsynlegt að verið að ræða og takast á við alvarleika brotsins. Og Jón, eins og sem á þetta kvót á slætunni, lýsir því hvernig hann átti einmitt í upphafi mjög erfitt með að skilgreina gjörðir sína sem nauðgun og segir en vissulega þetta ekkert nema nauðgun þar sem ég þvinga fram vilja mínum við sofandi manneskju. Og Jón lýsti því hvernig hann hafði brotið kynferðislega á vinkonu sinni en hafi í fyrstu ekki skilgreint það sem ofbeldi en atvikið sat í honum og hann fann alltaf einhverja ónóta tilfinningu þegar hann hugsaði hvað hefði gerst. Og svo seinna meir í einhverju mikilli sjálfsvinnu þá tekur hann þessa tilfinningu sem til marks það að það sem hafi gerst hafi verið problematist, það hafi verið eitthvað skrítið og þá þurfum að skoða þetta nánar og fer að líta tilbaka og ber þá kennsli á það að þetta atvik hafi í raun verið nauðgun. Og hann eini þáttakandinn í rannsókninni sem að í rauninni reyndi ekki að skorast undan ábyrgð og virtist í rauninni skilja aðstöðumun kynjanna og færir það í orð á öðrum stað í rannsókninni hvernig hann einhvern veginn sér sjálfan sig með nýjum augum þegar hann lítur tilbaka á íhaldsamari karlmennsku viðhorf sem hann viðhafði áður og hvernig hann núna hefur einhvern veginn uppfært hugmyndakerfið sitt og getur séð aðstöðumunin á milli sín og stúlkunnar í þessu tilviki. Ef við þá kíkjum aðeins á frásagnir manna af lægri stéttum þá nefnilega svo áhugavert að sérstaklega við erum að skoða einstaklingar sem eiga einhver fyrri sögu glæpi eða annað ofbeldi að þeir tengja skrímslið allt öðruvísi. Þeir tengja við karlmennsku og sjá einhvers konar stjórnleysi sem getur gripið sig og þykir mjög mikilvægt að benda á að þarna úti séu einhver skrímsli sem séu stærri en þeir. Það að segja þeir eru ekkert endilega að reyna að hlaupa í burtu frá skrímslinu, ekki alveg jafn harkalega og miðstjórnarstrákarnir en samt sem áður benda á að það séu til stærri skrímsli, til þess að halda í eitthvað. Þannig tengja þeir ekki við eitthvað fallastadli virðingar eða ósamræmi á milli sjálfsmyndar og samfélagslegra viðhorfa, heldur einblína frekar á það sem að fær þá til þess að missa stjórn og þar með til þess að haga sér eins og skrímsli akkurat á því augnabliki sem að ofbeldi á sér stað. Þannig að þeir reiða sig á orðræður sem að lýsa því hvernig orsök þess að þeir hafi mist stjórn á sér sé að finna í fortíðinni og leggja á það áherslu að ofbeldi sem þeir beittu hafi verið viðbrögð við ákveðinni stöðu sem þeir fundu sig í. Og Tómas, eins og sjá efra kvótið á slætunni, til dæmis, hann sér reiði sína sem afleiðingu af fyrri áföllum. Reiðin gerir það að verkum að hann missir á sér stjórn, en eins og hann segir út af æskunni. En það hefur actually orðið til þess að ég get verið rosa vondur. Sem talar það og mælir hann alltaf fullur. En með því að vísa svona í fyrri áföll, þá öðlast hann ákveðin skilning á sinni reiði, en á sama tíma þá er hann ekki að taka ábyrgð á reiðinni eða reyna að hemja þessar tilfinningar. Svo það frekar svo að noti áföllin sem hann hefur gengið í gegnum sem eins konar afsökun fyrir því að kunni ekki að vinna úr þessari tilfinningu. Og þar með talið þessari reiði sem að lét hann missa stjórn. Og hjá þessum hópi viðmælenda þá eru líka mjög mikið verið að vísa í svona heteronormatíva diskursa, til dæmis rómantík og ást eða skort á ást. Og einn viðmælenda minna til dæmis, hann Tómas þarna aftur, hann sagði á einum stað hann tilbæði kærustuna sína og setur hann á svona stall eins og gyðju. En þegar viðmælendur ræddu sambönd sín þá reyndu þeir gjarnan að segja þannig frá að greina mætti hluta af sökinni hjá makanum fyrir að reyna að gera makana meðseka. Og Tómas til dæmis sem segir styrka kærustunni sína, hann segir líka seinna í viðtalinu að hún
kærastan hafi verið svakalega meðvirk og líka með svolítið þráhyggju og svona aðeins að reyna að draga hana niður aftur sko eftir að hafa byggt hann upp úr stall. Og svo Óskar hérna sem við sjáum neðra kvótið, Óskar hérna gerir það sama þegar hann lýsir sambandinu við kærustuna sína sem stormasömu og destructive, að þó hann hafi elskað kærustuna sína þá hafi þau í rauninni aldrei átt neitt séns á því að vera hamingjusöm af því að ástin var svo sjúk eins og heróín og samskiptin aggressív, jafnvel þannig að hún réðist líka á hann. Þannig að hann líkir ástarsambandinu við sko heróín sem náttúrulega bara eitt skaðlegasta fíkniefni sem við þekkjum sko. Og við sjáum þetta eiginlega ennþá betur hérna á næstu glæru. Þar einmitt Óskar líka efstur á blaði. Hann segir þarna sko, ég ekkert að afsaka mig, en hún var að ráðast á mig. Kasta hlutum og eyðileggja íbúðina. Ég var að halda henni og svo sleppti ég henni og þá byrjaði hún alltaf aftur að eyðileggja hluti og ráðast á mig. Svo að ég ætlaði svona að sýna henni að ég gæti kýlt hana. Og þetta atvik sem leiðir til þess að unnustafan þurfti að fara á spítala. Þannig að það má sjá hérna hvernig viðmælendur gera maka sína meðseka í ofbeldinu og þetta sérstaklega augljóst síðan í tilviki Ragnars sem á þarna neðra kvótið sem sagðist í rauninni bara aldrei hafa elskað kærustuna sína og sá ást hennar á honum sem merki það hversu ástarþurfi hún var og hvað hún var einmana. Og þú veist, hann tók í rauninni ekki ábyrgð á því ofbeldi sem hann hafði beitt því að honum fannst eins og hún hefði bara átt að láta hann vera. Og hann segir á einum stað í viðtalinu að hún hafi verið svo krabbamein í lífi hans. En ef þið lesið kvótið hérna, þá einmitt segir hann samt sko, veist, hún alltaf að reyna að bjarga mér, en ég alltaf að reyna að koma mér út úr þessu á sama tíma. Ég fyrir á löng fyllerí, fyrir að túra, hún næri alltaf í mig þegar ég alveg búin á því, tekur mig heim og þá einhvern veginn neyddist ég til að vera með henni, en samt vildi ég það ekki. Þannig að hann einhvern veginn sér það eins og hún hafi neytt hann til þess að vera í þessu sambandi og hans viðbrögð eru þá að missa stjórn á sér og reiðast og grípa til mjög alvarlegs líkamlegs ofbeldis. Þannig að lokum sko þá einhvern veginn finnst honum hún jafn ábyrgð og að fyrir ofbeldinu og réttlætir þannig það sem hefur gerst án þess að þurfa sjálfur að taka ábyrgð og fókus á hennar hegðun og reynir þannig að fjarlægja sig sko frá skrímslinu. Og svona stefið í hans viðtali var sko, hún alltaf að segja að ég sé skrímsli en hún bara ekkert mikið skárri sjálf sko. Þannig hann einhvern veginn alltaf að reyna að draga hana inn til þess að hann sé ekki jafn vondur sko einhvern veginn í þessari sögu sko. Já, það eru sjúklega mörg kvóti viðbót sem ég myndi velja sýna ykkur en svona til að rétt draga saman kannski í lokin þá það náttúrulega bara rosalega skýrt að í öllum þessum viðtölum þá vísa náttúrulega allir í skrímsli á einn eða annan hátt til þess að útskýra hvað gerðist. Það kemur þó líka rosalega skýrt fram í frásögnunum hvernig ólíkar mismununarbreytur samtvinnast og skrímsli birtist okkur á ólíkan máta eftir stéttastöðu. Við vitum að ofbeldi í nánum samböndum gengur þvert á stéttir og við vitum að það jafn algengt í öllum stéttum en samt sem áður eru menn af lægri stéttum og í jaðarsettum hópum oftar ákærðir og dæmdir fyrir slík brot. En þetta endurspeglar ekki síður sýnileika ofbeldis í samtíma umræðu og hvernig stéttastaða spilar inn í það þegar kemur að því hverjum við trúum til þess að beita náin vin eða maka ofbeldi. Og svona öðrun eins og þessi skrímslaorðræða þessi öðrun hún í rauninni gerir gerendur ofbeldis bara enn erfiðari að tengja við og færir fókusin okkar frá brotinu yfir á þennan einstakling, yfir á skrímsli. Þannig í rauninni þetta ekkert annað heldur en þá svona einstaklingsvæðing á samfélagslegum vanda. Þannig að sko, okkur hættir til að gleyma því og þar að leiðandi erum við alltaf að leita að einstaklingnum en erum ekki að skoða rót vandan sem í samfélagsgerðinu okkar, í feðraveldi, í viðhorfum okkar til stétta og svo framvegis. Og svo kannski það sem mig langar svolítið að benda á hérna að lokum og væri bara mjög til að ræða við ykkur, það náttúrulega, gerendur, þeir eru rosalega mikið að tala um það að þeir vilja skilja sársaukann við sig, en eins og ég sé þetta, þá það akkurat sársaukin sem að gerir okkur mannleg og ég held að gerendur geti ekki. Það einhver. Já, og að hérna þess að
hvað ætlaði ég að segja, ég var komið eitthvað geggjaðan punkt. Já, það er alltaf eitthvað hljóð, þetta er mig. Já, sem sagt, við þurfum eitthvað breyttan diskurs og viðmælendur vilja losna undan sársauka en á sama tíma gerir sársaukin þá mannlega. Þannig að þeir vilja nýja orðræðu til þess að lýsa sínum verkum og ég er sammála því að við þurfum nýja orðræðu til þess að tala ofbeldi í nánum samböndum en við getum samt ekki hægt að nota orð eins og nauðgun og líkamlegt ofbeldi því við þurfum líka að hafa orð til þess að lýsa akkúrat þeim hlut sem er í gangi. En kannski ef við getum reynt og hjálpast að sem samfélag við að skapa nýja orðræðu sem að viðurkennir sársauka brotaþola en á sama tíma einhvern veginn opnar umræðuna þannig að gerendur geti gengist við því sem þeir gera og fengi hjálp, þá erum við kannski farin að stíga skref í átt að því að reyna að finna leiðir til þess að uppræta þennan vanda sem að kynbundið ofbeldi eins og þetta er. Og já, ég ætla ekki að hafa það lengra í bili og bara takk fyrir mig. Endilega þið hafið lausnir á þessum dag. Já, skarðaðum þessu 6 komma bara. Mér finnst það stundum góð lausn. Þarf ég ekki að hugsa neitt.